Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum að venju hérna upp í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri og venju þá ætlum við að fjalla ýmislegt í þættinum í dag. Við ætlum meðal annars að tala aðeins starfsemi Aflsins, tónleika sem eru framundan með henni Kristjánu í Hofi, menningarhúsinu Hofi helgina. Fjöllum aðeins áfram Startup Tourism verkefnið og ferðalagi hérna landið, fáum brot frá Hvolsvelli. En Startup Tourism verður hérna á Akureyri helgina og hófst í dag, föstudag, verður áfram að laugardag morgun og að gera að kíkja á það. Og svo ætlum við að fá hérna listakonu í heimsókn, hana Söndru, en hún gerði listaverkin sem eru hérna á veggjónum. Og svo ætlum við aðeins að ræða bók sem heitir Hugarfrelsi og fáum rithöfundana til okkar í sófann. Við ætlum hins vegar að byrja aðeins á því að ræða landssöfnun Samhjálpar og höfum fengið framkvæmdastjórann sjálfan í heimsókn til okkar. Velkomin, herra minn. Takk fyrir það. Byrjaðu á því bara kannski að útskýra eins fyrir okkur. Hvað Samhjálp? Samhjálp meðferðarheimili. Bara þeir sem hjálpa þeir sem minna mega sín. Já. Í svona stuttorðum. Við rekum 6 úrræði. Við rekum meðferðarheimili Lækjarkot sem í Mosfellsdalnum. Búin að gera það í rúm 40 ár. Síðan rekum við 3 áfang á eftirmeðferðarheimili. Það sem fólk sem búið í meðferð getur komið inn eða sótt að gista eða búa þar allt upp í 2 ár, jafnvel lengur og komið sér áfram þá í skóla eða vinnu eða aðstoð. Fólk ekki tilbúið að fara út í lífið eftir meðferð sem hverjir og fara í sama bakkan en að fá hjálpina áfram. Nú síðan rekum við kaffistofuna við Borgartún. Það sem að 180 manns kom á dag til þess að fá að borða. Síðast ári voru sem sagt 300 og hann maður ekki. 300 og eitthvað? Já, 300 og eitthvað. Og síðan erum við með markað til þess að afla fjár fyrir reksturinn og göngudeild. Allt þetta svona við að... Nú svona S.A.A. kannski sýnilegast í svona meðferðarbransanum. Hvernig myndirðu útskýra munin á S.A.A. og Samhjálp? Munurinn fyrst og fremst sá að S.A.A. sjúkrastofnun. Við erum meðferðarheimili og leggjum áherslu á það að vera svona bara heimili. Og skjólstæðingar okkar segja, það svo gott, þegar ég kem í Lækjarkot að það enginn sem gengur í hvítum sloppum. Það svona bara notanlegt. Guðrún Einarsdóttir bara mamman svolítið þannig í hérna Lækjarkoti. Kallar hana stundum bara líka mömmu. Og hún prjónar stundum á fólkið sokka eða svona mamma. Og síðan fáið að panta sér pizza einu sinni í mánuði, nammikvöld á laugardögum. Þannig að þetta rosalega notalegt og kærleiksríkt. Allavega svona eftir því sem ég man að þá var Hlaðgerðarkot oft hugsað það sem fyrir þá sem voru svona allra lengst leiddir í bransanum, voru yfirleitt búin að fara í jafnvel 10 meðferða í gegnum S.A.A. og Hlaðgerðarkot var svona í pínu svona, endastöð. Svolítið svona endastöð. Já, hefur kannski svolítið verið það og Hlaðgerðarkot var hérna auðvitað áður bara gömlu drykkjumennir sem að nánast finnast ekki í dag. Í dag þetta bara ungt fólk. Það eru 50% af skjólstæðingum okkar sem 18 eða undir 40, 18 til 39 ára. Og mikið af bara ungu fólki sem þá fíklar, harðir í hörðum efnum. Þannig að í dag þetta ekki endilega þessi stað. Nei, auðvitað það ekki fyrir suma. Það svo þetta þegar ég búin að prófa allt annað, þá kannski get ég komið í Hlaðgerðarkot. Það ekki lengur. Fólk bara vill og það heyrir árangur, góðan árangur. Margir sem hafa loksins þegar ég kom þangað. Ég náði árangur, það gerðist eitthvað. Ég fæ að vera þarna lengur, heldur bara 10 daga. Meðferðin alveg lágmark 6 vikur. Síðan getur alveg verið 6-8 mánuði í meðferð og það það sem hjálpar henni. Og þetta rekið á svona kristinlegum grunni? Já, Hlaðgerðarkot kristin meðferð
það má tala Guð og það var Fíladelfía, Hvítasunnu-kirkja Fíladelfía sem að byrjaði þetta, reyndar var það maður sem var drykkjumaður, byrjaði í bílskúr á Sogavegi 158, fekk inni þar og forstöðumaður þáverandi í Fíladelfíu, Einar J. Gíslason, sem var mjög góð hjartaður maður og svona mátti ekkert aumt sjá, vinur smælikjanna. Og hann tók hann bara upp arma sér og svona var talsmaður þess að stofna Lækjargötu. En hvað með þennan heim allan saman í áfengismeðferð? Þetta, maður sér náttúrulega átökum fjármál, maður sér átökum hver á að fá hvaða peninga, rannsóknir, sýnilegan árangur, vera með fagmennsku í starfi og maður sér jafnvel bara töluverð átök. Þetta rétt upplifun? Já og nei. Þú veist, við erum ekki í samkeppni með fíklana. Við hugsum, sem sagt, getum bjargað þeim. Það er númer 1 og 3. Þetta ekki minn skjólstæðingur eða þinn. Þetta bara manneskja sem við þurfum að bjarga. Og þegar fólk hringir í Lækjargötu eða tala við mig, við erum að komast í meðferð, það 70 manns á biðlista, en ég verð að komast inn núna. Ok, ertu búin að athuga S.O.A., ertu búin að leita á fleiri, taktu það sem að býðst fyrst. Þannig að þetta ekki svona fjárhagsleg samkeppni til að... Nei, alls ekki. Því að auðvitað þurfum við rekstur og þurfum við fjármagn til þess að reka. Við getum verið með alls konar tölur og við í Samhjálp höfum ekkert verið mikið fyrir það að vera með eitthvað svona tölur. Það er hægt að búa til. En við viljum sjá árangurinn, við viljum sjá manneskjurnar sem að losna og sem gengur vel í dag. Og við höfum svo ótal margar sögur af fólkinu sjálfu sem að segir sínar reynslusögur. Þegar ég kom í Lækjargötu og gerist eitthvað. Og nú það að fara að staða með landsöfnum? Já, núna á sem sagt 21. laugardagskvöldið á Stöð 2 í beinni eða opinni dagskrá og við stefnum að því, við höfum fengið Pál Magnússon með okkur, fyrrverandi útvarpsstjóra, með okkur í lið og hann var okkar ráðgjafi í þessu. Þegar ég spurði hann hvað ná að safna Páll, þá segir hann strax 100 milljónir, sagði hann. Við höfum sett markið 100 milljónir og við erum bara mjög bjartsýn og svona vongóð að ná þeirri tölu á laugardagskvöldið 21. Við höfum fengið gríðarlega góð viðbrögð, spennandi. Fólk að hringja í mig síðast í gærkvöldi að vekja post frá golfklúbbi sem að sagði, við ætlum að skora á aðra, við ætlum að gefa það litla sem við höfum, 100.000, en við ætlum að skora á aðra golfklúbba. Og svona margir að gera. Ég veit að kirkjur að skora á aðra og þetta rosalega spennandi. Og hægt að kynna sér væntanlega starfsemin ykkar á heimasíðu eða? Já. Heimasíðan samhjálp.is og það hægt að fara inn og sjá allt saman. Auðvitað náttúrulega núna mest landsöfnunina, en allar upplýsingar eiga að vera á heimasíðunni samhjálp.is. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.